Það er góð skipt hjá okkur. Jæja, við erum allavega mætt til leiksina fjórða umferð á Íslandsmótinu í skák. Já, fáum hérna spjallið upp. Þannig að getur látið mig vita ef það er eitthvað ves. Live, takk fyrir. Svona. Bara hafa þennan. Hérna. Mjög gott. Herri, jæja, umferðin er hafin og við erum hérna með á skjánum Helgi og Hjörvar. Við skulum byrja hérna bara nummer 1, þar sem eru Héðinn Steingrímsson með hvítt og Hilmir Freyr með svart. Héðinn hóftablið á D4. Já, og við erum snemma á ferðinni, 2 myndum á seint núna. D4, D5, C4, C6. Það er slavnesskvörn sem getur ekki komið mikið á óvart. Hilmir hefur verið að tefla þetta undanfarið. Hérna tekur Héðinn á D5, leikur dálítið B3. Hérna eru nokkru möguleikar. Einn er hreinlega að hörfa með biskupinn tilbaka, allavega hingað, valda peði. Hinn er að fórna peðinu og það er möguleikin sem að Hilmir velur, þetta er C6, dráttinn B7. Þetta tefla er hratt, biskupinn hörfa tilbaka á D7. Kemur hrókurinn hérna. Hvíti vinnur peði en tapar svolítið tíma. Sjáum að hann fór út með drottninguna, drap peði, kom tilbaka og aftur heim. Þetta eru 4 leikir. Meðan kom riddarinn út, hrókurinn opnar línu, reynda þurfti biskupinn að hörfa. Kostur og gallar. En svartur er klárlega á undan í liðskipan. Það er auðvitað að telja það. Einn riddari komin út hérna hjá báðum, en svo svartur langt á undan. Svo líka eftir E5. Þetta krafti gott ef að Hilmir hefur telt, ég held að hann hafi telt svona skák á Íslandsmótinu í fyrra. Það var ekki bara hreinlega móti fíkni. En hérna virðist Héðinn hafa komin óvart með riddari gunna til 1-2. Það var ekki ómerkari skákmannin Jesús telt þetta með hvítu. Jesus Nogueras. Sterkur kúbaskur skákmaður. Og hérna við sjáum 1:33 á klukkunni og hérna hugsar Hilmir sig hellingi yfir hálftíma og leikur E4. Hann hefur greinilega, ekki átt að vona þessu leik og er svona spá hvort hann eigi farið þetta hérna. Sko D6 eða hvort hann leiki E4. Og þá er eiginlega komin með franska vörn með skiptu litum. Nema svartur hefur náttúrulega fórnað þessu peði hérna. A3. Þannig að svartur mögulega geta föndra eitthvað að vinna B4 hérna til dæmis. Þetta er svona öryggisleikur á hvítum, B4, H5. En hvítur hengur á þessu peði en á samanskapi er að fasta við kónginn hérna með borðinu og svolítið passív að kalla. En eftir svona nokkra leiki biskup D2, H4, H3, við megum ekki leyfa svörtum að pinna okkar hérna niður, komið H3 og svo biskupinn hinn eitthvað slíkt, þannig að H3 heldur stjórna eitthvað reytum. Þá komið þessi ígulmentaða leikur hérna hrókur H5. Yfirleitt þessi hrókur kemur að giljununa, kemur hann hérna. Hinn vill hafa hann hér, líklegast þess að auka valdi á D5 reytin í leiðinni. Svo ætlar hann að setja hrókin hér til að setja pressu á G-peðið. Það gerir hvítum erfiðara en vik að koma þessum biskup út. Hérna verður til dæmis tilvalið að við getum leikið einhverju leik, biskup E2, ég veit ekki hvort það vilji verið eitthvað hér, A6 eða B5.
þá getum við tekið hérna og GP myndi falla. Hvíti þarf að finna ykkur að leiki hérna. Ég held reyndar að myndi í þessari stöðu fara með riddaran á einhvers konar flakk og var ekki hvort að ég held að myndi fara á flakki hérna á C1 og B3 og svona hoppa svo kannski inn á C5 reyna svona múra aðeins upp í drottningavengin já, við erum hérna að fara á F4 og okkur G5 og hvítur, jújú, þetta verður eitthvað bara alltaf hvítur peði yfir svartur er klárlega með mótspil, það er bara spurning hvað það er sterkt og já, hérna hefur aldeilis jafnast út hjá tíminn Jæja, það er mikið eftir að gera til þessari skák. Fyrir hún í skák Olgu, hún með svarta móti Hannesi. Hannes leik 1-4. Síkilefur C5. Hvildaræstur fyrir C3 og hérna leik hún E5. Í gamla dag var þetta bara talið já, nánast afleikur út af biskup B5 skák. Svo kemur í kjölfarið rittar F5, en þetta er akkurat eins og skák Caruana og Nakamura teldist á áskorundamótinu í fyrstu umferð. Menn eru greinilega eitthvað að reyna að líka þetta við, að leika bara F5 strax, sleppa því að leika A6. Þetta er eiginlega eina hugmyndunum með Nætor A6, það er að geta leikið E5 í næsta leik. Þetta er eitthvað nýtt að við leikið bara F5 sem var talið lélegt. En Hannes þorir ekki í kritísku leiðina sem er að skáka hérna. Og hann hörfa bara leikur rittar F3. Þá kannski kemst svartur svolítið upp með bluffið. Hún leikur hérna biskup E7, biskup C4, stuttrákur. Og hérna kemur A6 og þá eiginlega skiptum við yfir í Nætor. Spurning hvort að svartur eigi að gera það eða ekki. En hún gerir það. A6, biskup G5. Og rittar BD7. Ég fekk þær upplýsingar að svartu væri núna tempói undir miðað við ákveðna línu í Nætor sem hvítur leikur biskup B3 og svo biskup G5. Henni hvítur búin að leika biskup G5 í einu leik, þannig að svipaða stöður að koma upp þar sem að hvítur hefur tempó minna. En mótið þá vildi sérfræðingurinn minn á staðnum, Nætor sérfræðingurinn, hann vildi ekki leika hérna A4. Taldi það svona smá tímaeyðslu. En alltaf lagi, H6, biskup H4, Olga setti biskupinn sinna á B7. Það sem er hægt rættu svörtu stöðuna er að náttúrulega það vofir yfir alltaf þessi veikleiki hérna á D5. Hvítur á ýmsa leiðir, getur mannaður hérna rittarinn sinna á E3 og D5 ykkur tilvikum. Olga, hún leikur hérna G5, þetta er mjög aggressív leikur. Kostur og gallar, einn af stóru göllunum er að það reitur viðbót hvítur reitur sem veikist hérna. Þannig að ef hvítur reiturinn kemst á E3 þá nú hættu því að verði svolítið leiðilegt að verja svartu stöðuna. Þannig að hún verður að finna ykkur dýnamík og leikurinn þetta er C5, F3 og Hannesi. Bæði styrkir þetta peð hérna og gefur biskunum svona
möguleika á einhverju framhaldslífi hérna. Rittari E6. Sama sem Olgeir er að hugsa hún er náttúrulega líka með sína reiti hérna. F4 og D4. Og ef hvítur tekur ekkert hérna á E6 þá tökum við tilbaka með peði. Og peði myndi þá styrkja þessa veiku reiti og losa svart á alla veikleika. Það er kongur H1, rittari D4 og drottning D3. Við verðum að halda valdi hérna á C2 reitnum. Sýnist þetta að vera svona staða sem hendar Hannesi nokkuð vel. Hann er með svona kontról, það er ekki, við erum ekki að fá eitthvað svona beina taktiskar aðgerðir. Þráðbeint hérna. Þannig ég held að Hannes megi vel vinna og sé sáttur. Færa okkur í Hjörvar og Helgás fyrir þetta með hvítt. Við erum með þá hérna, svona cirka fyrir meiri mynd. Skulum sjá bara hvernig þetta þróast hjá þeim. Þetta var náttúrulega bara drottningabræð, þetta er kannski engin geimvísindi. Það kom D4 í R6. Þetta er F3, D5, þetta er C3, þetta er BT D7. Drepið, biskup G5. Hérna er ég sjálfur hrifinn af afbrigðum með biskup B4. Hjörvar valdi að leika hérna H6. Og við fáum nokkuð hefðbundi drottningabræð núna eftir E3, biskup E7, biskup D3, stuttrákur, drottning Ceres 2. Auðvitað margar skákir í þessu. Hjörvar velur hérna rittari Einar 4. Sem Helgi drepur með biskup. Það er náttúrulega líka til í dæminu bara að drepa hér sem er algengast. Þessi er líka nokkuð þekktur. Og nú biskup H7. Hugmyndin með þessum er að kóngurinn stendur verra á H8 heldur en G8. Biskupinn fer alltaf á F5. Í staðinn fyrir að fara beint á F5 að skáku fyrst. Svona mikilvægur millileikur. Ímyndum okkur endatafl þar sem að er kapphlaup, þá getur skipt máli hvort kóngurinn er hér eða hér upp og komast yfir í eitthvað kapphlaup. Þannig að svona litli hlutir er eitthvað sem að stórmeistarar missa yfirleitt ekki af. Rússnesku skákskólinn. En nú höfður biskupinn, biskup E7, krókur AB1. Helgi ætlar í minnihlutaárásina. Tvær skákir sem að komast í þessu stöðu, þá lék svartur í þeim báðum A5. Hér var rittari F6 og Helgi leikur að sjálfsögðu A4. Þau ekki B4 og heldur áfram með þessa minnihlutaárás. Biskup D6. Okkur finnur til Ceres 1 sem að hvítur er að þjappa hérna svolítið mönnunum að drottningavæng. Sama Hjörvar var hann að fylgja svolítið með skákinu upp á skjá greinilega. Skákinu eru upp á skjá, það getur verið þægilegt að geta hort á stöðuna bæði í 2-vít og 3-vít, fengið svona öðruvísi vinkla. Það eru A6, A4, þetta er allt saman þekkt drottning E7 og já, nú er spurning hvort að Helgi færi beint í einhverja B5 framrás eða hvort hann taki til þess fyrst á C8. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Steingunnur. Já, þetta er svona nokkuð klassísk staða hjá Grétarssonum og við vorum svona aðeins að rýna í þetta og við spáðum svona langri skák hérna þar sem að Helgi svona eitthvað að reyna að jöðast á drottningavægnum og hann hefur svolítið verið, já hann með, ég veit ekki hvort það sé með taka á Hjörvari en hann var hann til dæmis í deildakefni reynda með svörtu og þá var hann svolítið að láta Hjörvar koma á sig svona gott að missa ekki þolinmæðina. Spurði hvort hann ætli ekki að svipa hvort hann ætli að reyna að ná svo veikleikum hérna drottningavæng og svolítið svona fara með menninni í eitthvað ringi. En svo er skemmtileg skák hérna hjá Alexander Dómatsuk með hvítt og Degi Ragnarsson með svart. Þar er enski leikurinn á boðstólnum og þessi leikur E3. Flesti leikir hérna G3, E3 samt nokkuð algengt líka. Gleymið því ekki að sikkilega, eða sem sagt enski leikurinn er náttúrulega eiginlega sikkilega verið með skiptu litum. Þannig hérna höfum við svona eiginlega Rosso líma ábreiði og
Flestir taka nú með drottningu hérna. Hugmyndin með drottning C2 er yfirleitt að taka hérna C3. En það hefur svolítið nýmóðins að taka hérna með B-peði og líka svo E4. Og bæði skáki með Carlsen og Ding Liren í þessu aðbyrði, Aronian og fleirum. Það var skemmtilegi dýnamissi skákmenn og svo leika hérna E4. Þetta er svolítið skrítið. Leikur drottning C2 sem yfirleitt tekur hérna og svo leikur E4 í tveimur leikjum. Þannig að mótið þá færði svona nokkuð þéttan peðamassa með barnu. Hann býður með D-peði hérna og leikur G3 H6 hjá Degi. Þetta er hans G3 já. Og hérna fyrir hann H7 og fyrir hann H4. Það er ekki að leifa maður að leika F5 strax. Við skulum beina 6. Þú eru að valda þetta peð hérna, þannig að D3. Fyrir hann 7, rókur B1. Og lítið leikir, rókurinn er betra á B1 heldur en A1. Þótt að svartur verði þetta nú auðvitað. Einhver rókur og þá kom nú athyglisverður leikur hjá Degi, hann leik hann G5. Og rittarinn, já hann har bara tvo möguleika, fara F3 eða F5 og hann valdi að fara hérna F5 og Dagur tók þetta, rittarinn er bara F5, þetta er bara F5 og nú er Róni hérna rókur á A8 og biskup. En Dagur, hann tekur þetta peð yfir stöðunni og hér er hann reynilega að hugsa bara já, úti hérna að fórna skiptamenn og fá góð færi. Við sjáum að ef við tökum rókina þá tekur drottningin og mikið af veikum hvítur reitum hérna. Maður hefði haldið að hvítur yrði líklegast að taka þetta og reyna svo að loka þessum hvítur reitum. En Sasha tók ekki skiptamenn strax, hann líka hérna F4. Það er nokkuð, þú er ekki tíma til að fara undan með rókin núna þegar þá kemur eftir upp í G5, setur á rókin og svo er Róni hérna annað peð. Þannig að getur bara F4 leikið, getur bara F4 og G4. Nú er svartur náttúrulega peði yfir, hann er hvítur verður eiginlega að taka hennar skiptamenn. Gerir það, drottning bara 8, biskup beina 3. Það mér líst nú bara nokkuð vel á þessar bætur hjá Degi, hann er náttúrulega með peð strax fyrir skiptamenni. Og svo er nokkuð ljóst að hrókarinn hjá hvítu megi ekkert svona greiðan aðgangan einum opnum línum, einu opnum línum er E-línan. Og það er svolítið í það hann komast í hana. Biskupinn kemst eiginlega aldrei hérna, þá kemur bara alltaf C5. Ídrar hann með burtu og kemur til greina hjá svörtum að leika bara C5 sjálfur fljótlega. Það verður svona sterkari, skemmtilegra vildi ég alltaf að tefla svörtu stöðuna. Þetta ídrar sem peði hérna eitthvað áfram. Þetta er í huga að það væri gaman að komast rittarallum með svona G6 hérna. Þann hóttar hann kannski að hafa H4, getur stutt við peði líka. Það virkar svona skemmtilegri stað á svartan, svona í fljótu bræði. Ef við komum tilbaka í allt, við ætlum bara svona að taka rúnd eins og við gerum alltaf. Gummi, já hann hefur ekki byrjað nægilega vel svona til að vera líklegur í allu á titlinum að þessu sinni. Hann er með 1 vinning af 3. 2 jafntefli, reynda tröstjafntefli með hvítu. Móti Hérni og Vigni. En svo tapar hann í gær móti Bárði. Gætur hann einn stýrkeft. Hérna mætir hann Lenku og þetta er náttúrulega algjört must-win hjá Gumma upp á framhaldi. Lenka er án vinninga hingað til. Þannig að þetta er svona á pappinum á þetta að vera skildisigur hjá Guðmundi. A4. Takk fyrir aðeinar. A4, biskup A7. Gaman líka svona þegar maður láta hann sí sér heyra, það er svona meira lífa. Hérna fá svona eitthvað tjatt. Ég ætla svo að reynum helgina, mér skilst að Björn Þorfinnsson sé bara að lofa sér hérna. Við reynum að rífa hann endilega í settið. Hérna, já, við vorum að skoða hann að Hjörvar og já, allt svo Dag og Alexander Domalchuk. Hérna erum við Gumma og Lenku. Ítalsku leikur. Ég svona fer nú yfirleitt nokkuð hratt yfir þessar ítala-skákir. Það er yfirleitt sömu leikinni þessi riddar að fara alltaf á flakkjarna og við fáum mjög svipaðar stöður. Svo spurning hvort að svartur leikur biskup E6 eða ekki, hvítur dreipur eða ekki. Það kom alltaf svona mjög svipaðar stöður upp. Það er best að ofta fara bara svona cirka í miðtefli og við erum eiginlega svona komin í það hérna, biskup E3. Lenka tekur. Menn í jafnteflisvölinleikum hefur nú kannski bara tekið hérna með F-peð og verið með symmetriska peðastöðu. Guðmundur er ekki á
þeim buxunum og tefla upp á jafntefli og hann fyrir fram hérna á miðbarn með D4. Hvítur verður að gera það fyrir að síðar því að ef við gefum svörtum einhver endalasta tíma þá getur svartur fara að nota F-línuna kannski í einhverjar hættulegar aðgerðir. Sjáum til dæmis að hvítir riddarinn geta ekki fara hérna á F5 þannig að svartur getur til dæmis manúverað þessu riddara hérna á G6 og F4. Þannig að hvítur reynir að brjóta upp hérna miðborðið með D4, það verður kaup. Svartur getur eiginlega ekki leyft hvítum að drepa á E5 og verða eftir með þessi svona stök típeð. Þau reynda að valda alveg reyti, ekkert endilega eitthvað katastrófa en flestir tefnileikir með svona E5, D5. Nú hins vegar er mögulega komið reytur hérna fyrir Guðmund. Blenka velur að fara með rittarinn á B4 þá kemur hinn rittarinn á H4 og já, nú hvítur rittarinn kannski aðeins að vakna til lífsins og svo nú geta allt í hrókurinn fara að standa vel rittar F5, hrókur G3 og eitthvað slíkt hrókur H7, hann byrjar á leika hrókur C1 koma hinu frá hann í spili og þá hörvar þessi rittari nú ekki að hugsa held ég að valda þetta peð heldur að koma rittarinn á C5 þar sem hann stendur all þokkalega pressa á þessi peð hérna. Já, tíminn lengan betur tíma, 40 mínútur á móti 30. Nú bara spurning hvort að einhverjar aðgerðir á góngsvang séu vanlega fyrir Guðmund. Það ekkert endilega tilfellið. Til dæmis að þetta rittara strax inn, hann getur svartur kannski bara gælt við það að íta þessu bara strax í burtu hérna með G5 og jafnvel að taka hérna á E4 því að nú þessu bara onni. Eins og það getur við náttúrulega leggja ykkur svona. Þá erum við komið svolítið berskjaldaðan kóng, hvítur reynda búin að fórna peði. Þannig að já, áður en að Guðmundur fer í einhverjar rittara tilfærslu þá þarf hann að reikna eitthvað svona og passa að það sé í lagi. Ef það er í lagi. Ég get svona freka komið hennar rittara bara til að geta komið hróknum eitthvað spilið. Svo getur vel verið að við getum farið með hinn rittara líka. Við erum náttúrulega ekki að hóta hann einu, það er vandamálið í þessu. Já, þetta er ekkert auðvöld staða, finnst mér að gera eitthvað með hvítu hérna. Hann leikur B3, já. Þetta er svona undirbúningsleikur, hefur þetta peð valda áður en að fara að gera eitthvað. Og er svolítið líka bara að bíða eftir því að svartur gera eitthvað, sjá hvað svartur gerir. Þetta er eins og að svartur leikir svona nokkuð át á hérna rittari C5. Hvort þið er. Það lenka hefur betur tíma hérna. Færum okkur í síðustu skákina, segjum eftir að skoða. Það er Bárður með hvítt gegn Vigni og Bárður einmitt náði sér í sinn fyrsta sigur í gær gegn Guðmund einmitt. En Vignir er í efsta sæti, hefur hvítu menna og vil vantarlega halda dampi hérna, ná í sigur með hvítu móti Bárði. Það er enskileikurinn, ég veit ekki hvort þeir hafa verið að stúdera saman hérna. Vignir og Alexander, þeir tefla þessa E3 línu hérna, báðir. Reyndar aðeins öðruvísi eins og Bárður tefla þetta, hann er ekki komið rittarinn á C6. Leikur þessi stað D6 og rittari D7. Stillir upp í kóngsunderska uppstillingu með G6. Biskop E2, biskop G7. Og þetta er svona kóngsundur í hans hvítur búin að leika E3. Og já, til að mynda þá er mælt með einhver ákveðin uppstillingu fyrir hvítan í bókinni E3 Poison. E3 eitrið eftir Alex Smith svíja. Og þá erum við í raun og veru að tefla svona hálfgerðan svona King's Indian Attack með skiptum litum. Það sem að koma þess að peða framar á sig á hvítum á drottningaveng, B4 og svo A4. Sagði mér reyndar Björn Ívar að
Mætir menn hefðu mælt með því hérna að leika ekki C6 fyrir svartan og í gagningrunni þá eru menn yfirleitt að leika E4. Sjálfur myndi ég tefla svartan leika hérna E4 og svo kemur svona þessir King-Sentina takkleiki, drottning E7, H5, H5, ridder F8, biskup F5. Nokkuð sem að ég fer hérna í eftir skákinar í grunnum þá eru það svona eitthvað svipaðar hérna á ridder F8. Menn er að leika ridder D5, hann leika til B5, þá kemur H5. Þetta er svona standardleikir. Allt sem er þekkt. Svo er oft hérna, ég veit ekki hvort að ef hvítur passa sig ekki þá er oft trikk hérna að drepa. Til dæmis ef að við myndum leika bara, hvað að segja, okkur sér eitthvað slíkt. Þá má ég örugglega drepa D4. Þetta er nokkuð svona standardtrikk í kóngsinderskri árás. En hann leikur hérna C6. Þá kom A4 hjá Vigni og E-dröpu D4. Og Vigni dröpu með peði. Já, það er rétt, afsakið þetta. Gleymir stundum að ég er með liveborðið á þessari mynd. Já, við förum aftur hérna. Förum bara tilbaka, já, ég var að segja að þeir eru að tefla þetta svipað, hérna Vignir og Alexander. En bara stillir öðruvísi upp svona kóngsinderskri uppstillingu. Og þá fer hvítur hérna fram með peðin og dronningaveng og svo komið sér leikur C6 og ég var að benda að það flestir tefla svona með E4. Þetta er D2 og svona típiski leikir á svart, svona H5, biskup F5. Svo tók ég dæmi hérna ef að hvítur passa sig ekki, hann getur alveg til ridder þetta með D4, þetta er þekkt trikk í þessu stöðum. Og svo E3, vinnur liðið tilbaka og stendur vel. Það valdi C6 og svo eru kaupin á D4. Og hérna kom svo D5 hjá Bárði. Og nú svona skiptir hann eiginlega yfir í, nú er komið með hálfgerða grunnfæðsvörn. Þetta er fyrir F8. Sko D3, vil ekki hleypa hann út hérna með biskupin F5. Þetta er E6. Oft verður þetta svona smá veikt hjá hvítum í þessu stöðum. Nokkuð D1, undirbyrja valda þetta, tónleik C7. Þetta er fyrir E2, yfir valda D4 reitin. Tekur líka valda F4, hleypir svörtum ekki inn í uppskipti. Þetta er fyrir E4. Athyglisverður leikur, þetta er náttúrulega Pelsford. Ég tek hérna, ég hef ekki millileik hér, það er þetta. Þetta er Pelsford þar sem að hrókurinn óvaldar, hann við eigum engan skemmtilega riddaraleik. Hins vegar yrðu hvíturættinni svolítið veikir hjá hvítum, það kemur kannski bara biskup D7 og svo þróa stöðuna. Það Vignir allavega vill ekki sjá þetta peð, vill ekki sjá þetta. Biskupinn 3, D7, hrókur að B6 og hrókur D7. Já, allir Vignir sé núna bara búin að koma svolítið kontróla þetta D4P, við tölum við á hann, þetta væri svolítið veikleiki oft en hann er búin að algjörlega yfirvalda þetta og nú verður bara að koma hrókunum hérna á nytsamlega línur á drottningavegnum og er með svona smá pressu. En hann vill ekki sjá þessi kaup hérna. En nú náttúrulega í þessari stöðu var ekki lengur í boði að drepa náttúrulega því hrókur núna er valdaður hérna við 8 og þá var svartur bara einhverja leikir í þetta D4 til dæmis. Það hlýtur að vera gott á svartan. Hrókur, ég sé líklega réttari leikur.
Nú skulum við, klára hringinn og förum hérna aftur í skák Héðins og Hilmis. Það sem eftir hróku G5 sáum við hróku C1. Riddari E7 hjá Hilmi, riddari A4. Þannig að greinilega hafa riddarinn á C5. Kóngur finnur 8. Riddari C5 og kóngur G8. Þannig að svartur hróka bara handvirk hrókun hérna, kemur kóngum í skjól og meðan er hrókurinn hérna í einhverju leiðangri. Þetta er ekkert svakalega ólíkt og skákin í gær, þar sem að menninni voru allir svona í einhverju gíslingu. Biskupinn kemst ekki út, þá dreipum við F4 og G2. Þar lendi kemst hrókurinn ekki út. Á móti þá er svartur hrókurinn bara fastur í þessari pressu hérna. Ekkert ósvipa í skákinu hans gegn Olgu í gær. Svartur hafa alveg fulla bætur hérna. Hvítur á erfitt með að klára liðskipan út af þessari pressu á G2. En að samaskapi ekkert auðvitað fyrir svartan að bæta stöðuna og alls ekkert auðvitað fyrir hvítan að laga stöðuna. Þannig að það kemur ekki á óvart að menn sé að eyða svörtum tíma hérna. Hannes, hann er ekki konið margir leikir, hann er riddari D7. Hérna hótar Olga riddari C5 og þá setur upp höfðunni sem dronningin valda það. Þannig að Hannes valdaði það með D-hróknum, D til C1. Nú þetta er svörtur langi rosalega að leika F5 mitt hjá hann. Það kemur greina að leika bara kóngur G7 eða eitthvað slíkt. Já, þetta er alveg sýnismenni nokkuð traust tafmennska hjá Hannesi. Ef hann fær tíma þá myndi hann bæta hennar riddara hérna. En eins og segi, ég held svörtur langi rosalega að leika F5 hjá hann. En það er náttúrulega hrókurinn á heima hérna C8, þannig að kemur ekki á óvart að kemur bara hrókur að C8 bara til að leika því. Hann ákvort er heima þarna og þá þarf hvítur að eyða einhverju leika því að riddarinn valdar hérna, þannig að við höfum ekki tímaði hérna. Þannig að spáum bara hrókur C8 hérna og tablet er vist áfram. Já, Helgi Áss, hann valdi hérna drápið á C8. Hrókur aðtöfni C8 á drápið B3. Hann varð að valda þetta peð. Drápið 1-6. Hrókur C2. Þetta var svona, smá júð. En nú kom leikur hjá Hjörvari. Ég kom til að segja þetta, við vorum búin að spá svona júði, að Helgi færi í eitthvað júð á dronningavegg og svo myndi Hjörvar missa þolinmæðina og fari í einhver aðgerð á kóngsvang sem hann gerir hérna með G5. Alls ekki að segja þessi galið, það er bara örugglega fín lagi, hrókur B til C1. En hérna kannski kemur í ljós að kóngur H8 getur líka alveg hjálpa svörtum. Nú getur hann til dæmis nota G-línuna fyrir hrókin, koma hún í spilið þar eða eftir G4 og G5 eftir atvikum. Kannski er þetta bara fín lag hjá Hjörvari. Það er oft í þessum stöðum sko að svartur er að standa af sér pressuna á dronningavegg og getur hann farið í aðgerðar kóngsvang. Og hérna til dæmis ef að svartur nær svolítið að þenja sig á kóngsvang þá er hvíturinn bara með einn riddara í vörninni, hann er ekki með marga varnarmenn.
Já, hérna geta alveg orðið eitthvað læti þegar líður á. Já, þetta ekki hér á Hannes, þetta ég ætla að laga þetta snöggvast. Skakina degi á það reyndar komin að G6, ég nefndi það, mér fannst það svona rökrétt. Hrókur E8, hrókur B til E1, riddar F8, þetta góð reytur fyrir riddarann. D2, riddar G6, biskup F2 og hrókur E6. Þetta sniðið til á degi, menn hérna hann eiginlega loka bara elinu. Ef hvítur allar að fara í kaup, þá dreipur hann sjálfsögum með peði, myndi ég halda. Loka línunni. Og hvítumennir eru svolítið svona, já, vantar eitthvað að gera. Þessi biskup hefur eiginlega ekkert skotmark, kemst ekki í spili hér. Og ef hann fer hér, þá hugsa ég að séfum sínu bara kæmi til greina, sko. Þessi þarf ekkert strax, en kæmi sterklega til greina. Og svo eru líka bara ýmsar aðgerðir hérna, þetta er H4 kannski sem við nefndum á það. Þannig að já, kaupinu voru ekki eitthvað sem að Sassa var hrifinn af, hann leikur hérna D4 með 17 mínútur á klukkunni. Dagur er sérst með pressu og betri tíma, hálftíma betri tíma. Núna fáum við þess að svona hvítreita, svo ég sletti nú Domination í svörtum, og fyndi það í gær, þá var Vigni hérna, þá var Alexander einmitt með hvítreita Domination í sinni skák, og hann lenti líka í þessu fyrstu og annar umferð, þá var hann í fyrstu umferðinni með lélegt biskupbönd með peðin og vitlausu reitum, og svo í annar umferð snýrist það við, þannig að hann virðist að tefla svona sama þema en snýrði alltaf við, sama þema með skiptreitum. Jú, mér líst mun betur á stöðuna hjá degi og ég myndi frekar vilja hafa svart í þessu. Það er allt loka, þetta er svona auðteflanlegra. Spurning hvort þú hvítur vilja leika D5 hérna. Já, þetta er svona meiri partístaða hjá svörtum. Svona vofir yfir, hvítur alltaf passa þetta peð, passa að hleypa í riddarann minn. Svartur getur að vill fara í eitthvað svona bætingar hann með peðinu. Þetta er klárlega skemmtilegri staða á svartan. En hann er svo sem ekkert að brjótast neitt í gegn, þannig að hvítur drottning F3. Aggressívuleikur. En hvað gerist bara eftir, já, bara biskup G3 eitthvað slíkt. Þú getur vel verið að Dagur hreinlega vilji bara fara í eitthvað endatafl. Leika kannski bara drottning D3 einhvers staðar. Ég hugsa að endatafli séu alls ekkert slæm hjá svörtum. Það hvíti þarf svona töluvert af tilfærslum til að virkja hrókin sinn. Nú sá ég ekki hvort að ég leik þessu eða hann, og sjá, G3. Já, hann leik þessu G3, alltaf. Hér ég mynd tala saman frammi, sýnist nú enginn vera búinn samt. Það er alltaf fullt af fólki hérna líka, það er ekki bara. Já, biskup G3 og nú, já, annarkvæmt fer hann tilbaka eða fer hérna og býr upp á kaup. Er það svo slæmt? Ég er smá ágjörður kannski á F5 en jú, þá kemst strókurinn inn, sko, og vantar eitt tempo til að leika kongur F8. Það getur verið þessi verið að fólk þessu peði ef við komist hérna yfir, sko. Þannig að drottning D3 er ekki leikurinn og þá hlýtur hann að þurfa að hörfa.
Þá spyrir maður sig hvað pointi var með drottning F3. Ég skildi hann leik ekki alveg svona fljótu bræði. Kannski ætti hann að drepa hér. En þá kannski, já, ég veit ekki. Ok, þetta er alltaf skemmtileg skák að Gummi eftir B3. Þá kom rittari C5 hjá Lenku. Drottning 1 og 2 og B5. Hún kannski mann vel eftir þessum B5 leik sem að Alexander leik á mótinu í gær. Opnaði það tafli mjög vel, hrókur B8. Og hérna hörfar hann með rittaran. Er þetta ekki bara orðið betra á svartan? Dreipa á B5, pressa hérna, rittarinn standa vel. Hvítur er ekki komin í neinar sóknaraðgerðir. Já, ég sé ekki neitt svona merkir eftir kortunum fyrir hvítan. Og Gummi miklu að vera tíma líka. Þetta getur orðið erfitt hjá honum. Já, fyrir pröfsir að staða þessu móti og átti gott Reykjavík-mót. Búin að vera svona þokkalegu skrið, komin í 2.480. Það er svona að vilja loða við hann í kringu tíðina. En nála 2.5 og þá verðist hann alltaf eiga léleg mót inn á milli. Vonandi verður það ekki raunin, en sjá hvað setur. Þetta verður erfið skák, sýnist mér. Þá erum við aftur komin í Bárður Birki og það er breytilegur komin F5 hjá svörtum. Styrkir stöðu rittarans. Þó hann hafi kannski ekki þurft þess. Kannski er það líka gæla við bara í einhverju stöðu að leika bara hreinlega F4. Já, nú kannski tekið svona aðeins að sverfa til stálsefna í þessari skák. Gæti orðið óþægilegt að fá hann F4 leik á sig. Og maður sér ekkert svona eitt stór hættulegt plan hjá hvítum hérna á drottningavæng ennþá. B5 að setja upp B6, er það að gera eitthvað? Til dæmis teki. Ef eitthvað er það bara hvítur sem er með veikleika núna. B5 og kemur alltaf bara C5. Það virkar nú í góðu standa svart eða ekki. Já, mér finnst þetta ekki auðteflanlega staða hjá hvítum. Hvítu verður að standa samt vel en mér myndi ekki finnast auðvelt að leika hérna hvít sko. Já, en Vignir heldur hérna nokkuð betri tíma. Ég held að hann ætti nú að nýta tímaforskotið aðeins núna og kafa svolítið djúpt í stöðuna og finna úr hvað best er að gera hérna, því það er bara alls ekkert ljóst. Kannski B5 leikur. Já, svartur losa persónu ekki alveg auðvitað þar. Ekki endur bara B6, heldur ekki bara B5. Það finnst það svona líklegra til afreka. Já, það er svona sé svolítið undiralda bara í öllum skákunum. Þetta eru Héðinn og Hilmir aftur, þá kom C2.
Rittari Gunnar 6 hjá Hilmi. Og spurning hvort hann eigi ekkert að taka hennar F4, hann ákvað að leika rittari G6. Þá kom að kaupa D7 og hann drefði með rittara. Heldur ennþá þessari pressu hérna G2. Sem ekkert auðlosanlega því að ég segjum bara að við drefum hér eitthvað slíkt. Biskupi kennst ekki ennþá út. Hrókur G getur alltaf svarað með biskup H2 og hvítum verður ekkert ágengt sko. Spurning hvernig hvítur tefnir þetta hérna. Báðir með 24 mínútur. Rittari drefði D7 síðasta leikur og svartur þarf tilbaka með rittara. Hvítur peði yfir með biskupapari. Smá erfiðleikum með að klára þessa liðskipan hérna og kóngurinn á miðborðinu. Svartur er aktífur en er samt ekkert að ógna svona neitt. Það er engin þráðbein ógnun í stöðunni. Hannes búinn að vinna peð hérna með dólgu. Sá hvernig það gerist. Þetta er okkur D7, þetta er C5. Það eru að drókningin á F1. Og þá fórnaði Olga peðinu, hún leik B5. Hún er svolítið í þessum kraftafræðum. Rittari drefur, biskup drefur. Maður spyrir sig hvað vakið fyrir henni, ætlar hann að leika F5 hérna eða hvað? Maður sjá þessi staðina á B5. Hvaðan kemur spilið? Svartur hlýtur einhvern veginn allar en að nýta þennan biskup einhvern veginn en að grafa undan þessu peðakeðju, þannig hvort F5 eða G4. En þetta er svolítið committal sem maður slettir og ennina fyrir hana. Ég myndi nú taka hvítt í þessu, sérstaklega líka með tíma, 20 mínútur betur tíma. Já, ég held að Hannes standi hérna á sér, svartur þarf ansi kröftuga leiki til að fara inn eitthvað að gera hérna, fara eitthvað að ógna. Hjörvar var nú komið með hana, já, framrásin hana, G5, hann leik hann G4 og rittari E1, þessi rittari er oft góður hérna D3. En nú vakna spurningar, þar sem eru svo margir menn hjá hvítum ekki að verja kónginn. Það eru mjög margar skákir, ekki fræg Petersen skák, það sem er áttu vesinn hérna á þessum E3 ritt. Ég er að spá hvort að G3 getur verið leikur hérna. Eitthvað svona.
En gallin við þetta er að hvítur náttúrulega þarf ekkert að drepa tilbaka, en hann getur kannski bara leikið rittara D3 og eitthvað slíkt. En ef hann drepa tilbaka, þá kemur hér, þessi leppur. Það lítur út fyrir að vera vesen, sko. Kóngur H2 rittara G4, kóngur H1. Rittara G4 samt, jafnvel rittara 1-4. Jafnvel hér bara, af því að það er leppur hérna. Tripa svo á G3. Gæti verið fyndið lína eitthvað svona. Þá getur ég kannski bara leikið hér eða eitthvað slíkt, sko. Kannski fullmikil power-damenska. Já, ég er kannski búinn að fórna þessu við mig. Ég kannski þurfti nú ekkert að fórna þessum rittara. Ég er ekki hér. Eitthvað svona. En þetta getur verið svona alveg hættuleg hugmynd. Kannski ekki alveg strax. En ef ekki giska á að Hjörvar sé allavega að hugsa þetta. Við erum með á þarna, já. 2 borð hana. Helgi Hjörvar, hægra megin. Hilmir og Héðinn hana frá hann, Héðinn Hilmir. Settum allir sem byrja H, þeir fengu þessi myndu vel. Svo náttúrulega hægt að undirbúa bara, þetta er kannski svolítið svona, hvað að segja, villimannslegur leikur, það er kannski hægt að undirbúa eitthvað H5, kannski H4. En ég hugsa að mig ekki drepa á G3, það var mjög svona, það laðist að með svona grunnur að rittari D3 eitthvað slíkt, jafnvel rittari tilbaka sé í máli. Þetta sé einhver katastrófa. Já. Svo er hérna einu hugmynd. Gengur þetta ekki bara upp? Örugglega F5 frekar en H5. Ef það líkur H5 þá kannski svo kemst ekkert út, en þessi svona virkar hreinni leikur, svona hótaði máti, og þá kannski það er bara að gefa drottninguna og svartur einhverjum peði með þér. G3 er að mörgu leyti freistandi, en Hjörvar er samt það sterkur að hann sé nú alveg vanleikur G3 og hátreipur og biskutreipur. Að Helgi er ekki að fara að drepa hann tilbaka. Það leikur einhverjum rittari D3 eða rittari F3 og slíkt. En þetta getur samt alveg, ég meina, þetta er samt alveg, segjum bara hér, ég meina biskup eitthvað tilbaka. Þú getur alveg ekki bara í rittari G4 eitthvað slíkt. Svo einhverjum tímapunkti biskup tilbaka. Nú erum við átt með G-línu. Hvítur er ekki komið langt með aðgerðir ennþá á drottningu á eng. Já, kannski leikur hann bara G3. Þetta er mér allavega áhugavert. Það er kannski smá að lifna yfir þessari. Það er svona, já, byrja átt að rólega þessar drottningar bragðskákir. Helgi stendur upp þarna, lítur yfir á skák Héðins og Hilmis. Þar komum nokkur leikir, fyrir aftur á hana. Eftir rittrættu með D7 þá kom drottning C6. Gælir hérna við þetta P hérna og setur náttúrulega biskupinn, hann er rittrættu B6, passa bæði.
riddari C6 B6 þannig býður líka upp einhverja svona hróku B8 hugmyndir, þannig að héðinn drapa G6 og hörfaði. Virka nú nokkuð svona þægilegt bænd ennþá hjá svörtum. Virðist ennþá hafa svona gott kontról hérna. Hvítur ekki að losa sig hérna. Það finnst þess að hvítur þurfa einhvern veginn að tefla upp á að gera eitthvað á drottningavæng. En á móti, hvernig er svartur að bæta þessa stöðu? Það er ein skemmtileg pæling, hver er það? Gunni Björns. Ein skemmtileg pæling kannski að vera með drottninguna fyrir framan. Og hugmyndin þar væri kannski að geta þá eftir að leiki segjum bara A4 eða eitthvað. Geta þá leiki riddari C4. Það sem biskup C4 er við svarað með drottningur G2. Þá sýnist mér nú Rókur F1 meira að minna þynga og þótt að þetta falli þá veit ég fara að drepa H3 og svona hvítur er vandræma því að kóngurinn er svo lélegur hérna að HP verður svo fljótt hættulegt þótt að svartur sé, nei hann er bara jafn að peða með þessi, já ok, þá er þetta nú þetta er gott sko. Spurning hvort að hagur Hilmis sé farin að vænkast hérna. Hjörvar, hann lék G3 maðurinn og skildi eftir 5 mínútur. Já, Helgi er svona aðeins, þetta er ekki þægilegu leikar að fá á sig. Alls ekki þægilegur. Kíktum á þetta aðan, hátur upp í G3 og þá er hugmyndin byrst upp í G3 og þetta má ekki drepa út á drottningur E3. Hvítur er vandræðum, ýmsir leikir hérna að meira segja í einhverju var hægt að taka hér, riddarinn er að koma hér, svo framvegis leppun hérna. Hvítur er að leika ykkur öðru, riddari D3, riddari F3, eitthvað slíkt. En þá heldur sóknir svo sem áfram. Þannig að það kemur á daginn að þessi leikur er bara að hjálpa svörtum. Gilinn er núna opinn. Rókur er tilbúin að koma í spilið. Við sýnist samt hátur upp í G3 verður að þynga, er það ekki? Þegar annars dreip ég bara hér og það er hún í hérna. Við höfum enga tíma til að reyna einhvern veginn að múra í götin hérna þá, nei, það er ekkert í boði sko. Já, hann er búinn að dreifa. Það er algjör ófræðið einhverjum tíma hérna eftir G3, þetta er algjörlega þynga. Nú kemur vantarlega biskup upp í G3. Já. Hér eru komin 2 forsetar, einn og aðra. Eru þið komin hérna í truflun? Já, bara almenn truflun. Bara að vinka hérna. Ég verðum ekki eins og mynda. Það er ekki eins og mynda hérna. Þannig, gangi vel í komin. Já, takk fyrir. Gengur fundar heldur vel.
Já, Já. á Norðurlanda móti stúlkna. Já. Næsta verkefni. Næstu helgi. Já. Gaman að segja frá því. Já. Þú varst nýri, hvað er menn eitthvað stressaður hana, einhver? Nei, það var allt í rófanaði. Allt er rófanaði. Og svona svo heyra svona rólega, svona golfhljóð sem róa bara menn. Já, bara róandi hljóð, já. Það er byggsundar með G3. Já, herri, við skulum halda áfram hérna að túra. Já, Olga, hún leikur G4, hún ætlar að grafa undan þessi peðakeðju. Powerplay, tæmennska, hrútur bara 8, biskutur bara 8. Hrókurinn er góður af línunni. Við höfum ekkert að gera við hrókinn á A-línu, þannig að biskupin hendur bara þessari línu B4, þetta er E6. Já, og nú er spurning hvort að Hannes reynir kannski bara að stoppa upp hérna biskup strax, einhvern veginn svona. Eða hvort að fara hérna tilbaka, biskup hér til að stoppa hennar. Það er ýmsar leiðir, hann er peðið yfir, en Olga, hún er hættuleg. Hún er með sín færi, þetta verður ekkert eitthvað súperauðvelt. Herri, já, mig grunaði að Dagur væri bara jafnvel að sækjast eftir drottningaköpum. Hann drap hérna á einar einum og leik biskup eina 4. Kannski bara alls ekkert vitlaust. Eftir drottning E2 þá drap hann og leik F5. Nær þar með að loka hróknum. Þannig að nú er bara spurning hvort að hvítur nái einhvern veginn. Koma hróknum í spili ykkur staðar hérna í gegnum drottningavengin. Því ekki gera hann mikið hérna með borinu. Biskupin er hálfdauður. Þannig að svartur er með ákveðið bænt, en getur svartur bætt stöðuna mikið. Hann getur í auktíman þegar líður á, getur hann kannski leikið þessu peði hérna áfram. Já, það spurningin er svolítið, átti svartur að halda drottningun minna á? Það er stóra spurningin, sko. Ég sé alveg rök fyrir því að hafa drottningun inn á, reyna svolítið að nýta sér að hvíti kóngurinn er svolítið veikur. Að þú ræður svo vel yfir hvíturréttunum. En hérna telur hann kannski að hann sé bara í lítilli sem engri taphættu. Hvítur þarf svolítið að... Já, spurning hvort að hvítur býður bara á þetta eða hvort að reyna að fara bara eitthvað mótspil. Segjum bara hrókur B2. Hugmyndin hjá mér er nefnilega að leika einhvern veginn C5 bara, reyna að opna tablið. Á svartur að leika C5 sjálfur? Líklega ekki. Ekki nefnir að ná að valda þennan. Þá er spurning hvort ekki leiki eitthvað svona leik. Og þá snýst þetta svolítið D-línuna. Nei, ég hleypur inn á D-línuna hérna, þannig að þetta er of snemma á ferðinni, sko. Ég hef verið þurft búin að leika hér, sko. Ok, eigðum einu leika hvítum, sko. Hugmyndin hjá mér hjá svartum er að leika bara C5, eitthvað svona. Segjum hann dreppi. Og ætli ég þetta peð hérna, og þá leiki hér. Þá ætli ég bara að loka búðinu svona einhvern veginn. Þetta er D7. Valda hérna beisinn, kemst með kóngin og þú kemst hvergi í gegn. Og þá er bara spurning hvort að svartur getur gert eitthvað. Ég reyndi bara að hleypa biskupnum út núna. Ok, ég þarf kannski að passa með aðeins. Það reyndi bara orðin aktífur hérna. Já, ok, þetta er ekki að ganga upp. Já, og svo kemst kóngurinn hérna inn. Svartur þarf aðeins að passa sig. Með þetta, hann þarf kannski að halda þessu riddara á G6 bara til að loka búðinni. Þannig ok, segjum við að koma með kónginn og hvítur ætlar að pressa hérna. Ég kem með kónginn, pressa C5. Það er kannski bara tímalega hérna. Kóngurinn komin ekstra hérna. Hérna verður hvítum ekkert ágengt, sýnist mér. Höldum hróknum úti. Og ætla sé þá ekki bara svartur sem getur reynt að vinna. Og þó
Svartur alltaf mjög stutt frá því að ná algjöru bændi hérna. Hvítur þarf að ná einhverju mótspili ykkur staðar. Já, F5 hérna var leikurinn. Tíminn, aðeins búið að saxast en Dagur er með eitthvað aðeins með tíma. F5, hann leikur H3. Ekki vitlaust. Hann býst vantanlega við H5 og þá ætlar hann að drepa. Þá kannski getum við notað H-línuna fyrir hrókin. Eða allavega ógna því. Og sérstaklega ef við náum að binda með niður hérna, eitthvað svona. Segjum bara hér. Ég sko D þurfur alltaf að svara með C5 sko. Segjum að svartur ætlar bara ekki að gera neitt. Þá getur kannski farið að hérna farið að reyna að virkja kóngin svolítið. Getur svona kannski ógna eitthvað komið hérna, farið hér og leikið svo C5 eitthvað slíkt. Hrókur getur farið eitthvað, já. Manu var að segja hérna eitthvað. Það geti alveg komið bakið á honum Degi. Já, the more I think about it, þá held ég að svartur hefði átt að halda drottningunum minna. Spurning hvort að Alexander fái það okkur að sensa. Það er náttúrulega tæknilega hann peð yfir. Skipta munur á peð. Lenka hérna bara, hún ekki bara fínum málum. Við sjáum hann að leik B5, svona snýri við taflinu frá í gær. Í gær það kom sterkur B5 leikur hjá Alexander á móti lenku. Rittari finnur 3. Drottningur B5, hér verður kaup, hún er á B3, okkur rittari D2, rittari G4, mjög þingandi leikur þar sem að, já, hrókurinn er fastur að valda þetta og nú er hann í hérna, þannig að hann verður að leika hrókur F3 og taka svo týpeð. Og rittari F2, új, lendir hérna bara þingari taktík. Þetta er flott taflmennska hjá lenku hérna eftir B5. Það er kraftataflmennska. Opna línur, sækir að veikleika. Ætli hann hafi þurft að valda þetta með hrók hérna, það kannski skiptir ekki máli. Nei, hann getur ekki. Rittari G4 er svolítið leiðilegur sko. Við getum ekki leikið hér út af A4. Ég er mögulega hægt að leika hérna en ég held samt að A4 eitthvað svona bara fellur þetta hérna. Til dæmis. Og þessi hrókur, þá kemur bara rittari G4 og peði fellur hérna. Þannig að hann lék rittari D2 en þá kom rittari G4. Og hrókur E2 gengur ekki út á sömu hugmynd. Þá kemur bara hrókur bara eftir, bara sama hugmynd. Þannig að lenda svolítið henni leiðilegri taktík sko. Og þetta má ekki drepa út að rittari D3 skák. Hann valdi hrókur F3. Þá er taktíkin kannski aðeins lúmskari en já, það slæma við þetta er að svartur eru ennþá með betra þótt hann hörfi hérna út af tvípeðinu. Hann er bara með press á B3, leiðileg tvípeð, hvítur að valda einhvern veginn. Svo kemur bara G5, H5, H4, rittarinn F4. En svartur á hérna rittarinn F2. Þá er þetta nú, sýnist mér bara, þá er þetta bara búið held ég. Ok, ég segi mikið alveg búið, en svartur er bara peði yfir, fyrir ekki neitt. Og fína stöðu. Og gummum verið tíma. Þetta, já. Við nefndum það að gummi getur nú síð eftir því að hafa ekki fengið neitt með hvítu í fyrstu tveim skákunum. Þá sá maður nú ekki fyrir sér hann verði mögulega að fara að tapa fyrir 2 stiga lægstu keppendunum. Við getum nánast bara afskrifað Guðmund ef hann tapar þessari skák. Það er mjög einfalt og það stefnir allt í það. Já. Það eru Bárður eftir F5, Hálfleik Vignir
G3. Hrókur F8 hjá Bárði. Þá kom rittur F4, hann er að reyna að fá hann að reit fyrir biskupinn. G3 var kannski bara sniðugur leikur, bara stoppa þetta F4 dæmi. Þetta er F4, hrókur A til E8. Þá kom H4. Kemur til greina kannski að drepa hér af því að P-dreipur rittar þetta með D5. Getur verið möguleiki. Ekki satt. But ok, H4. Nei, D1. Nú aftur sínst mér C-dreipur og rittar þetta með D5 vera í kortunum. Það er með drottningu. Það má ég kannski fara að leika B5 en opna línur fyrir báða hrókana sko. Það er ekki fara að líta vel út fyrir Vigni. Og C5 er bara onni, þannig að sem ég sátt að vera á vandræðum ef að hvítur leikur bara C-dreipur B6. Fá rittar D8 aftur. Takk. Og C-dreipur B6 og mér sýnist bara að vera í vandræðum. Já, þetta eru svona þéttar skákir hjá Vigni síðustu tvær, bara að fá 2 hvítir röðuna. Nýta það vel. Kongur getur, ok, að missir að góðum séns þarna. Stendur þó örglega ennþá aðeins betur. Eitthvað betur alveg. Og bara eru komin í þrjármyndur. Þetta er alveg skelfilegt hvernig drengur með tíman, það er 22 leikir. Ég hugsa að það sé svona stærsta skrefið fyrir Bárði, fara svona úr því að vera 20 skákmaður í að vera bara ná sér í fítimeistaratitil að fara að speta með tíman, taka svona praktískar ákvarðanir. Getur ekki alltaf telt skákir í tímar ekki. Það er að kosta vinninga. Og enga rittar til G3 hugmyndir af svörtum. Já, kannski smekur það. Ok, eftir rittar D8, já. Má sjá, ef ég tek hérna. Sko, ef ég tek hér, hún er ekki tími rittar trippur. Og kannski smekur við eitthvað svoleiðis. Segjum bara, ég veit ekki drottning hvað. Eitthvað svona. Já, hann hefur verið smekur við eitthvað svona. Já, ég glæði ekki kongu G2 út af því. En það er sama, við náttúrulega þurfum ekki að taka þetta sko. Og svo aftur það var bara, já. Þetta er E5, biskupur C4. Já, en ég skil þetta alveg. Það er óþarf að lega svona, ég hugsa að maður myndi ekki lega þetta svona. Það kongur getur bara solid leikur. Og hann leikar þetta F7. Núna fjandinn hafa það ekki, þetta er bara B6. Sama hugmynd. En núna kemur á óvart, hann myndi ekki gera þetta, þegar nú hefur hann enga afsökun sko. Ég skil að vilja passa þetta. En nú er engin afsökun að drepa ekki B6 sko. Bara svo rökrætt, þú ert með þetta batteri hérna og hlýtur að vilja opna fyrir hrókana. Og þetta er mjög þingandi leikur því að allir með B6 þá kemur þetta með D5 og verður þetta með drottningu. B5, opna búðina. Ok. Áfram gakk. Aftur er Hilmi komið með hennar biskup á G3, hann með hann í gær líka. Hreyfin á honum. Það gerist hérna, hann leikur drottning D7, já. Mista þessu er drottning G5 hugmynd, drottning D1, drottning F5. F4 hjá Henni reynir að losa sig hérna. Drottning dreipur biskup G3. Kongur þarf að fara smá flakk. Drottning D7. Kýtlar hann hérna. Biskup D3. Setur á hrókinn sem fyrir F6. Þannig sýnist eins og eftir drottning H5 að G6 sé meira minna þingaður til að stoppa drottning H7. Og eftir það sé ég ekki hvert drottning, jú, hún getur eitthvað sett á hrókinn.
Ég held ég var að vinna þetta strax tilbaka hérna. Hvernig er tíminn? 12 hjá Héðni, 13 hjá Hilmi. Já, GSS hlýtur samt að vera leikurinn og svo bara einhver aktív leikur, svo bara F2 til þess. Þá er þessi aftur í kortunum. Já, fyrir aðeins peð. Þá svartum ansi örugur hérna. Ég skoði með GSS getur nú allir verið leikur. Af því að við erum hérna, þú færði enga frekari skákir hérna. Það er enga skákir á hálínunni. Allt undir kontról. G6 öðrustur leikurinn. Farið að sverfa til stálsina allir örulega í þessari skák. Hjá Héðni og Hilmi. Fyrir meðstandi yfir í Helga og Hjörvar. Það komur riddari D3 hjá Helga og þá lék Hjörvar riddari G4. En er þetta ekki boðið hérna út af drottningbréfið 3 og fallegt þema hérna ef hann drepur, drottning drepur riddarinn Ronny og hann hefur fyrir ég hafði mótið 2. Þannig að hann leikur riddari E2. Þá kom biskup H2 hjá Hjörvar, ekki ósvipað og aðgerðin sem Helgi fór í fyrir skákinni. Nú þarf hann að velja þetta hér eða hér og hann er að velja. Förum eldsnætt yfir í Olgu. Hvar vorum við síðast? Já, riddari E6. Hannes valdi biskup C4, biskup G5. Pressa hérna. Hrókur D1. Hannesi, hrókur C8. Hóttarður D2 og C4. Biskupinn herfa á B3 til að valda peði. Hvað riddari D4. Hannes rauf hérna línuna með F4. Þetta var drepið. Riddari með B3. C3 með B3 til að hanga peðinu. Drottning C2. Svona leiðilegar hóttanir. Hóttar drepa F4 og D-num. Hannes skýtur þessin inn. Biskup G5. Hátur G5. Já, Olga er að sprikla ansi vel hérna. Hannes þarf að hafa mikið fyrir þessu. En ef einhver er góður í að halda kontról þá er hann og yfirleitt Hannes. Og hefur nógan tíma, hann er alltaf góður í því sko. Hoppum við eldsnætti yfir að Dag og Alexander. Eftir H4 þá drap hann Dagur. Kongur H2, kongur F7. Vantanlega kongur yfir H3. Myndum við að halda. Já, svona dýnum í stendantafl. En samt eru við bara í 29. leik. Þannig að þeir eru tímar ekki. 8 myndur á Sasha, 15 á Degi. Guðmundur á 4 myndur í hartnar tapara stöðu. Hann fór á flakk með riddarann hjá riddari F5, kongur G6, riddari E7. Reynir að fá eitthvað svona aktífa menn hérna, riddarinn á C6. Riddarinn fyrir A7. Það er náttúrulega bara hreinu peð undir, það er vandamál í stöðunni. En svona gerir sér einhverja vonur að kranka út í jafntefli. En Lenk er að tefla upp á 2 úrslit og er með betri tíma. Bárður Vignir, hann drap á, Roxas drap hann á B6. Hann drap ekki á D5. Það kemur nú óvart. What is wrong with this? Pretty obvious. En hann leikur í staðinn B5. Já, sem við veitum kannski alltaf það. Þetta er kannski ekki að fara nýtt. Við hóttum að drepa, þannig að það er engin tími til að fara á leppurni. Drottning D6 leiðmis, þá kemur bara drepið á C6. C5, já, þá kemur vantarlega riddari með D5. Vantaði þessi, en það var samt alveg
alls konar möguleika sko. Út af leppinni getum við einhverju stöðum left þennan. Það er spurning möguleika A5 til að grafa hérna undan. Ef drepið þá eru komið 2 samstað fríbet hættuleg. Hann drepur á C5. Já, það er náttúrulega option líka bara að drepa beint og drepa svo hérna. Já, Vignir er klárlega ná góður yfirhöndina og ætti að vinna hérna. Höldum áfram, fyrir bara hrætt við sögur núna, það er hluturinn að gerast hrætt eftir G6, dróning G5, kom G6, svolítið skrítið leikur af því að ég hefði haldið að þetta væri meira í anda stíls Hilmis að leika hérna hrókur F2, mjög aktíður leikur þessi stað kom G7. Ok, hann á þennan inni og stoppar allar hugmyndir að drepa G6, nú kannski, það er ekkert vittlust, það er ekki það, bara hinn og svona aðeins augljósari. Nú var að skerða svolítið tíminn hjá Héðinni, hann 8 mínútur, 13 mínútur í Hilmi. Þessi skák vofir yfir og þá eru komin hérna aðeins inn á hvítustöðuna. Alls ekkert auðvitað að leika fyrir hvítan sko. Ekki auðvitað að leika og svona allir, já, dýnamessi sénsar hjá svörtum. Gæti í einhver tilvíkum fórna hérna leikir þetta C4 og ef við fáum hérna hvítrættabiskupina þá eru náttúrulega hvítastaðan 1 gata sikt eins og hún leggur sig á hvítrættunum. Eldsnætti Olgu, Hannes, leikdróning E2. Hér getur svart að drepa á E4. Drepur Hannes vandarlega hérna á G4. Hangir peðin yfir. En ekkert auðveld staða. Nú er bara komið smá taktik í þetta og þá er hægt að fara að gera mistökin. Þetta er kongur F1 hjá Helga Ás, þá kom hérna dróning F6 hjá Hjörvari, hótar að drepa hérna E3. 1:40 hjá Hjörvari, mig grunar nú að Helgi fari að nota tíman og koma með honum hérna niður í tímanum. Já, gleymið þið ekki að Hjörvar náttúrulega er ekki búin að fórna neinu. Peðið á G3, það fyrir náttúrulega hápeð í staðinn. Líklegast þarf Helgi að setja mann hérna á F4. Ef hann fyrir að flótta þá kemur orðið sterklega til greina bara að fórna hérna. Það er svona leiðilega leppanir hér, þessi er að koma. Leppanir út allt. Grunar að hann neyðist til þess. Þetta er svona skemmtilegstu skákin, það er kannski mikilvægastu hérna. Já. Helgi Ás Hjörvar. Og svo aftur Hilmir og Héðinn og Hilmir sem er hérna. Eru vinstra megin á myndinni. Hrókur F1 hjá Héðinni. Það virðist nú líta ansi vel út að bara drepa þetta og skáka A4. Hvernig ætla að svara því? Svo kemst dróningin inn hérna eða drepur eða bæði. Svo er eitt þema í þessu sko, ef kóngurinn þarf að vera E2 þá er mögulegt gott að getum bara skipt upp en einhverjum stöðum að því að
fyrst. Drótning A6, já. Já, akkurat hérna þegar maður sé að leita. Af því það er ekki hægt að bera neitt fyrir og þá fellur biskupinn hérna bakvið út af þessum biskup hérna, sko. Svo getur við drepið. Hrókutur F1 væri mjög sterkur núna, sýnir mér. Hilmir með betri tíma. Hjörvar á riddari D til F4 í Helga. Hjörvar á mjög lítið tíma. Hann er að tefla hérna viðbótartímanum, 30 sekundur. Nú eru hluturinn að gerast hratt. Hluturinn að gerast hratt, það tekið F4 hérna. Kom sem að villa fyrst, biskup G3 en hann ætla að drepa F4, þetta er F4. H4 virðist liggja nokkuð beint við hérna. Já, svo kallar hann okkur í F4, svona fórhundar tilbúrir. Komum sem hinn hrókin, já, drótning H4 kominn. Töfaldar hratt núna, er eitthvað komið hjá Hilmi ekki inni. Rókur F1, já, hann er ennþá að hugsa. Hoppum eldsnögt yfir á, já, sjáum bara fleiri skákir hérna. Allt að gerast, Bárður er líklega, já, hann er komið 2 peðum undir, völdu peð hérna. Og Vignir er tilbúin að stoppa upp í hérna biskup sem er leiðilegur á skáljuninni. Það var þetta orðið ansi vannlegt hjá Vigni, sýnist mér. Það er ekki, hann sýnist ekki nægilegt spil hjá svörtum fyrir þessi peð hérna. Lenka á nógan tíma. Við erum alltaf að geta pínt hann Guðmund hérna eitthvað fram eftir. C5 núna hjá Sasha, hann reynir að opna línur fyrir hrókin sinn og sjálfsögðu. Svarta getur líklegast ekki leyft hróknum að komast inn. Þannig að verður reikningin að halda þessu, kannski kongur E6 eitthvað slíkt. Olga lék ekki biskup E4. Ekki sé það. Ekki þessi stað hrókur C3. Hann draf samt á G4. Hrókur G3. Dróttur með G5. Kongur F8. Já, hérna getur Hannes líklega bara skáka hérna líka hrókur F1. Liftir appið á D2. Svo kemur drótningin aftur á skákar. Drepur. Líklega smát. Í verstafalli getur hann alltaf unnið þennan biskup og verið fullt af peðum yfir. En líklega er það bara mát. Hannes virðist að taka yfir. Þetta er komið hérna hjá Hilmi. Og nú er stórhætt, hann dreipur á A3, ok. Það er nú örugglega allt í lagi en það hrókur C8 var ansi skemmtilega leikur. Með hugmyndin hrókur C8 drótning A6 skák. Sem er eiginlega bara tjaldi. Eða ekkert eiginlega, það er bara tjaldi. En ok, hann skiljilega, hann er búin að vera peð undir allir skákina og er æstur í að vinna þetta peð hérna tilbaka. Gerir það. Og virðist nú vera að halda ansi góðri stjórn á þessar skák. Kóngurinn stendur skelfilega á biskupinn í prísund. Mjög vanlegt hjá Hilmi, það verður að segjast eins og og þetta er náttúrulega búið að vera stöðu týpa sem á að henda honum, hann er mjög dýnamískur skákmaður. Næsta tíma har ekki virðist vera þannig hjá Hjörvari. Hann er drótning H4, þá kom G3. Og drótningin fyrir hann H2. Hótar einhver ennþá, þetta er mjög óþægilegt. Þetta er svona, getum aldrei, hrókurum aldrei fara
úr þessu valdi. Rittur má aldrei fara E2. Þú er oft yfir ykkur skák hérna líka. En hvernig bæti svartu stöðuna? Kannski eitthvað svona og svona. Helgi geti hugsað sig niður í tímaregl líka, hann á 12 mínútur. Hoppum aftur í Héðinn og Hilmi hana fyrir ofan. Já, kóngurinn tekur að rás hérna, kóngur F3. Það virkar nú ekki vænlegt að geima þarna. Hér virðist svartur eiga margar vænlega leiðir. Til dæmis drottning B2, það er nú ekki auðvitað að valda hérna. Valda allt draslið. Þeir eru vantilega eitthvað hrókur D eða E4 sem er ljótt. Þetta lítur alveg sóðalega vænlegt út hjá Hilmi. Er hann eins að sigla sig heim? Hann er að hugsa þetta kóngur F8. Hann er nógan tíma, hann er 13 mínútur. Við veist eða nokkuð raki vinning eftir þennan og þennan. Hann leikur hrókur F fyrst, sýnist mér. Já, hrókur F1 leika fyrst. Það breytir engu eða það drepa D2 saman hvernig það er gert. Þá kemur drottning skák hér og svo skák hér. Og drepið hérna á F7 með skák og svo framvegis. Sem enda líklega með móti. Skoða hérna. Já, hvert fer ég? Já, þetta hlýtur enda með móti, skák hérna. Og já, bara skák ákveðlega móti, er það ekki einfaldast. Eitthvað svona. Hrókur F1, fylleikur hjá Hannesi. Þannig að mann sýnist að Olga hafa mistað tækifæri þarna með byrstu breiði 4, allavega að halda skákinni í gangandi. Helgi búinn að leika ykkur upp, drottning D3. Hrókur C til D8. Virkar þetta ekki alveg ná afgerandi leikur, þetta virkar nú eins og leiktap. Hrókur C7 er miklu afgerandi leið til að koma hróknum í spili. Áttu strax búinn að dobla og komið kannski með einhverja hótanir fljótlega á E3. Hvað gerir þessu lengu? Ja, ég held að býðum nú alveg með það fram á tíma hrækki. Veitum við, hún er endur taka leiki hérna, veitum við. Þetta er A7, hrókur B7, þetta er C6, hrókur B4, þetta er A7, hrókur B7 aftur. Ekki er hún að leifa þráleik, nei, ok, hrókur er búin að vera tvisvar á B7, þetta er C6. Ef hún leikur hrókur B5 þá er hann jafntefli. Það finnst mér voðalega bera svolítið vott sjálfstraustsleysi að reyna ekki að vinna hérna peð yfir. Af því hún er ekki tímaræki, hún er betri tíma. En hvað, er ekki hrókur B5 annarkvæmst að leika A4 eða hrókur B5 sko? Við leikum bara A4 og tefnum skákina. Það er engin hætta með kóngin. Sjáum hérna, má sjá. Kóngur F6, þetta er C6. Þessi stað komin einu sinni. Já, ok, já, einu sinni hér. Einu sinni hér. Tvisvar hér. Þessi tvisvar núna. Þessi tvisvar. Þannig að má ekki leika hrókur B5. Þá getur Guðmundur krafist. Þá hlýtur einleikurinn að vera A4. Og ég verð að segja eins og það eru veruleg vonbrigði að hún leikur ekki A4 hérna sko. Þá eru menn bara hræddir við stíginn sko. Maður skilur samt að maður byrjar illa að móta, maður bara komast á blað, ná jafnteflinu svona til að ná einhverju sjálfstrausti.
En ok, höfum við á þessu, það er mikið tímarekki í gangi hérna. Hilmir er ekki búinn að leika. Olga leikbiskup C6 er að hanga á lífi. Þetta var erfitt. Helgi hugsar eftir hróku D8. Dagur og Sasha. Við þykir nú Hagur Sasha hafa vængkast hér. þar sem að staðan hefur aðeins opnast. Kannski er ekki nóg, kannski svartur bara með kontról hérna. A6, kongur D5 og er þetta komast í gegn, veit það ekki. Þetta er alltaf opnar heldur en áðan. Lenka, leikar okkur B5. Þetta eru vonbrigði. Þetta er einhvern, bara að sjá okkur að drauga hérna. Hún er algjörlega yfirspila drengin með þessari rittarættur eftir taktíkina aðan, sko. Og þetta er bara harta raunnutap, sko. Spurning hvort að í staðan fyrir kongur G6, hvort hún hefði bara ekki hægt að hleypa sér rittara inn, ég veit það ekki. Bara bíða, þessi rittari hér, koma svo með kongi til að valda þetta, svo með rittara tilbaka, H5 G6, eitthvað svona. Þá kannski kemur rittar H4, en ég get líka H5. Hvítur er fastur hérna, geti ekki bara, hvítur gerir eitthvað, geti ekki bara bætt stöðuna, einhvern veginn svona. Ef rittarinn fer eitthvað, þá dreip ég hér. Þannig að ég veit ekki hvað er að gera eitthvað svona. Nú er ég búinn að laga allt draslið. Og þá get ég leikið bara eitthvað rittur F4 og svo G6. Og ekkert mótspil. Það spurning hvort að það hafa komið baki á hann að leyfa þetta mótspil. Nú hvað rittur G6, rittur hérna. Já, hún verður að leika A4 til að tefla til vinnings. Vignir er búinn að vinna. Skákinn er að klárast núna nokkrar með hraði. Já, Bárður hefur ekki neitt að berja sérna. Tveim peðum undir og með verið stöðu, verið kóng, verið kalla. Hann gaf það skiljanlega. En nú er þetta bara, já, tímaraks sparningur á nokkrum borðum. Eftir kongur E1 hjá Helga Ásk kom prókur 1-4 hjá Hjörvari. Hvítur hangin alveg á lífi hérna. Olgar í kaulunum, lítið tíma. Dróning H6 hjá Hannesi, kongur G8, dróning F6. Já, þetta er að koma niður hérna frumkvæði. Já, það var til staðar. Já, í þessari stöðu þá var Olga líklega að drepa hérna í F4. Og reyna að þefla þessa stöðu bara einhvern veginn svona. Peði undir, en vissulega er þetta tvíper náttúrulega líka og svartur alveg með counter, þetta er ekkert auðvitað að vinna þetta. Þessi skák verið pottið en það gangi, hún hefði drepað E4 en þessi stað þá svona fjaraði hratt undan þessu að því að kóngurinn er svo veikur. Biskup E8. Er Hilmir eitthvað að þjarma frekar að hérni, mann sýnist það. Eftir kongur F3 komið með dróning B2. Lógísku leikur setur á biskupinn, hrókurinn valdar, þá komum dróning C2. Kongur tilbaka og sniðugt hjá Hilmi, hann er með betri stöðu, hann endurtekur einu sinni til að ná sér í tíma og leikurinn er til C4 sem að hittur ansi vænlegt út. Næstu leikur er hrókur E8 og hrókur E3 og hvað gerir hvítur með hann? Dróning 1-7, ok, kemur þetta veg fyrir þetta. Nú er til dæmis rittari Bjarni 2 super vænlegur, setur á þennan og dróning D3 kemur í kjálfarið. Sem vinnur biskupinn eða ekki. Rittari B2, hrókur A1 til dæmis. Dróning D3 skák. Kóngurinn á enga reyti þar sem er rittari valda hennan. Biskupið hennan, verður að fara hér. Hérna út. Og það er hann að litina. Já, fyrir hérna út. En þá er dróningin hér og hún bara drepur hennar biskup. Það virkar nokkuð þinga og einfalt. Hér er líklega að tapa sinni annari skák í röð hérna. Og Hilmir, já nú held ég hann
grátið það svolítið að hafa klúrað þessu endatabli á móti Olgu í gær, kólunnið endatabl. En misti það niður. Hannes er að vinna, þannig að kannski mest spennandi skákin er Helgi og Hjörvar. H5 hjá Hjörvari. Ok, Valdar hann riddara. Gælir við einhvers konar. H4 kannski í framtíðinni. Dagur og Sasha. En nú er Dagur náttúrulega að tefla bara på jafntefli. Þetta er orðið svona aðeins meiri sensar hjá Alexander núna heldur en áðan. Og ég held mig við það að Dagur átti ekki að skipta upp drókningum. Það verður smá pikk á svona. Ég meina, ok, ég reyna að komast inn hérna, fara að setja á þetta HP. Smá pickles, ok, það er svo sem counterinn, það er ekki það. Hvítu verður held ég vel sáttur að hafa kónginn einhvers staðar annars staðar, hér til dæmis. Drókning F3, hrókur E2. Herðu, plani hjá Helga er ansi leiðilegt. Hann ætlar að leika kóngur D2. Hrókur H1. Erum að tala er Hjörvar ennina ferðina að missa lestinni í lokin. Eftir vel teltar skákir, kóngur G8. Kóngur D2, ég sé ekki alveg hvernig hann ætlar að bjarga drókningunni. Er enn ein vænlega skákin að fara út í hafsöga hjá Hjörvari. Það er mjög vænlega tablina rétt á hann. Teldi skemmtilega með G3. Nú verðist hrókur H1 bara vera að koma. Og hvað ætlar hann að gera? Hvað ætlar Hjörvar að gera? Þetta er skelfilegt. Hilmir er búinn að vinna. Sem er riddarinn F6, en hvernig svarar hrókur H1? Ætlar hann að drepa F4 skáka E4, en gerir það eitthvað? Ójójój. 37. leikur, hrókur H1, Hjörvar er í vandræðum. Síðustu leikin hjá Hilmi, hann er leik hrókur B6. Sem er náttúrulega bara önnur leið til að koma hróknum á Elínuna og drepa E3. Það er hótur hrókur E6 dreipur. Þetta er B2 flottuleikur líka. En þetta er bara búið, hérna gefur það. Bara nokkuð þétt skák hjá Hilmi. Og hér verður að gefa þetta. Æjæjæj, þetta er alveg grátlegt hvernig drengnum er að ganga á þessu móti. Það því ekki vantar upp á taflinguna í miðtaflinu, það var tefla fína skák. Einhvern veginn er Helgi að halda sér á lífi hann í þessu tímaræki. Ég veit ekki alveg hvernig það fer að þessu. Og þá var Helgi Ás ennþá á tóknum. Helgi Ás, Vignir Vatnar og Hannes Hlífara virðist alltaf að halda dempi líka. Hann er með gólunni tafla á móti Olgu. Hann er 3 peðum yfir. Og það er mjög veikur kóngur á svörtum. Það er ýmsa leiðir. Bara ekki leika hrókur F4 og vera á móti borði. Jinx. Þannig við hefum bara 2 skákir eftir. Það er Olga og Hannes sem að verið stefna hraðberi í að Hannes vinni. Og hins vegar Sasha, Alexander Domalchuk og Dagur Ragnarsson. Dagur var leikandi biskup 1-4. En hvað er að gerast í svona stöðum? Bara segjum hér. Ef við förum í eitthvað kapphlaup hérna, hrókur
Nei, ég má ekki hleypa þér inn, hann er líklega verið að leika hér. Eitthvað svona. Get ég bætt stöðun einhvern veginn? Hvíta sig bara pass, eða svarta sig pass. Getur reynda að koma eitthvað með kóngin hérna. Þetta er svolítið flókið. Setja á þetta peð hérna. Tjekki. Já, þetta getur orðið. Já, nú er þetta orðið gott að hvíta sko. Lítið með að drepa þetta. Já, Dagur þarf eitthvað aðeins að passa sig. Þetta er svona, það er komin einhvern smá sens sem finnst mér á Alexander. Erum ekki alveg búin að ná leikjunum. Hrókar A2 er 38. leikur. Hrókar A5-D3 komið. Nú spáði hann leikir bara Hrókar A7 og standa upp og fá þessi gangut úr. Það kom G2 neð tímamörkunum. Já, nú kom hann út. Já, ok. Nú vill hann fara hér og hér. Hann vill fara þarna. Held ég. En nú getur Svartur kannski sett peðið á H4. Það gerir mann allir tilbaka. H5 kongur frá H3. Nei. Má ég kannski að leika hér til B4. Allavega kom G2 og nóg tími fyrir Datlin á tímarkunum. Hann hefur 5 mínútur. Lítur nú að fara að styttast í þessu hjá Olgu og Hannesi. Nú hvort það megi bara að fara í rittaramanöver og F5 og reyna bara að máta hana. En já, það er komin 40 leikur, þannig að hann þessi leikverð svo sem ekkert á. Hefur 35 mínútur, það bætast 30 mínútur við þessar 5 mínútur sem hann hefur. Hún leikur ekkert á. Já, ég held að höfum þetta endur þetta bara, ég ætla að taka með smá pásu núna þegar við erum búin að ná tímamörkunum. Tökum nokkra mynda pásu, svona max 5 mínútur.
Já. Nú, datt hann út hjá okkur. Já, datt út hann að myndaðurinn. Það er nú lítið gest hérna eins og vill átt verða eftir tímamörkin. Sýnist það svona að jafnaði vera besti tíminn til að taka pásur. Byrjum við, annari. Nú. Já. H5 hjá Degi, þá tímamörkun náð og Sassa leikina kongur F3, tók sér 7-8 mínútur í það. Já, Olga. Já, leikur í dreif. Já, þetta er held ég hljóta að vera klinikal leikur hjá Hannesi. Sem svona meira og minna bara klára dæmið. Ég spá sér ekki mikið eftir þessari skák. Þeir riddari bara að koma F5 og svo lítið að gera þar, mátóttanir og vesen. Drottningur byrja 4, þetta er F5, drottning E5, svona tries to stay alive. Og það er hún hérna líka. Já. Getur ekki verið mikið eftir hérna. Þannig að það er eiginlega bara einn skák eftir og það er þessi skák hjá Alexander Domolchuk og Degi Ragnarssoni. Já, mögnuð skák hjá Hilmi, segir Arnar Heiðarsson. Þetta var svona típisk Hilmi skák þar sem hann alveg sáttu að fórna peði í byrjunni fyrir spil og ég held að sé mjög hættulegt að hleypa honum í svona stöður sko. Hann er góður í svona initiativ, svona frumkvæðis tæmisku og já, hér einhvern veginn bara náði aldrei að leysa vandamálin með liðskipun, svona langtíma vandamál. Já, við erum með það þarna. Hann hefur snúið myndaðinni sniður strákurinn. Við erum með þetta hérna líka sem við sjáum þá. Hann er Björn Hólm mættur og fylgjast með. Misti reyndar að bróður sínum, hann er búinn í dag. H4 er mættur á borðið. Hvert fyrir með biskupinn, hann svolítið passífur á H2 en kannski þurfum við bara að halda öllu í skefjum hérna og valda F4P. Grunar svona að hann vilji vera hér H2
og vera tilbúið með kónginn hérna. Og reynir svo að komast hann yfir. Segjum bara pass hérna leikur. Betur á kónginn hérna aðeins hérna, ég veit ekki. Segjum bara svartur segir pass hérna áfram. Allir reyna að komast hann yfir. Sér reyna að loka búðinni. Og hérna getur komið sér vel að hafa kónginn á E3 sko, þetta er D5 kóngur hér. En kannski getur hann reynt að hafa vald á peðinu hérna H3 og svo hoppa kannski inn í þessar hólur. Já, þetta er kannski ekki alveg straight forward, þetta ekki. Þetta er kannski bara jafnteflislegt sko. H4 er komið já, og Sessa hugsar. Drottning B5 hjálpu. Trying to stay alive. Náttúrulega mest klinikal er bara að leika hér og svo hrókur F5 sem basically mát, en það þarf að reikna ykkur með að reikna og ekki reikna, það passar ekki mát í borði og það þarf það ekki. Spilum hérna þórið því samt sko. Drottning H6 virkar ansi leiðilegur af því að kóngur G8, hrókur F5, hrókur G5 er meira minna mát, þannig að svarta þarf að gefa drottninguna og það er engin máttrykk. Það er no mid-tricks, my friend. Þú veist, þetta er valda, þetta er tvívalda. Já, GG. Þetta er komið hjá Nesa, flott hjá honum, þá, já, Hannes 3,5, Helgi Ás 3,5, Vignir 3,5. Þeir verðist alltaf verið nokkur sérflokki, en gleymum því ekki að Hilmir er með 3 vinninga, aðeins hálfvinningi eftir. Næja sig hendubökin að hafa klúrað á móti Olgu, vinningskapnir í jafntefli. Það er smá séns að Alexander fer í 3 vinningi líka. Það var með 5 hanna í topparatu, en það er alls ekki hreinlega líklegt að Alexander vinni. Þetta er svona líklegra, finnst manni að þetta sé svona jafnteflislegt. Looks very much like a draw. Það er oft svo kemstu upp með að vera sem skipta mér undir. Ef þú ert með nýttlita biskupó og ræður yfir svona þínu eigin litakompleksi sem svartur gerir hérna með hvítareitina. Það er svolítið við hvítareitunum og svartleita biskupin er svolítið svona slakkur. Já, Drottning H6 komin hjá Hannesi og sér hann núna hrókur F5. Hrókur F3, já, ok, sama hugmynd en kannski ekki alveg afgerandi úrvinnsla.
en mér sýnist í báðum tilvikum að svarta getur gefið. Já, hrókur F dugir alveg eins og hrókur F5. Hrókur F5 á svona að vera klinikala því að það bara setur á drottninguna líka. Þá ættu að fá uppgjöf hvað og hverju og þá er þetta bara já Nú hægir, hvað er ekki að gera? Gerðu bara svona transísjóni. Já, annars sýnist mér að vera réttarskorblöðin til að ganga frá. Já, hann er komin hana. Það sér vel verðuðan ásópa eftir þennan sigur. Traust skák hjá Hannesi Sindsmanni. Fá bara einn skák eftir og það er Sasha gegn Degi það sem er dresi og síðustu leikur. Fertugasti og annar leikur. Já, ef eitthvað er, þá var það kannski bara Sasha sem þarf að passa sig. Hann ætti nú alltaf að jafntefli að hann vill konkurrera í þessu buffin eftir 74. Samt örlítið óþægilegt. Það verður að viðurkennast. Getur nú alveg eitthvað að vera eftir þessari skák. Hversu mikið, ég hef ekki gott að segja. Já, ég veit ekki alveg hvernig Alexander getur reynt að vinna þetta. Það er svona eins og Svartur sem alveg full control á þessum öllum þessum peðum sínum og Hvítur ekki að búa til neitt mótspil. Svo er eitt í þessu Sassi náttúrulega svolítið gjarn að komast í og vera í tímarækju. Þannig að þessi myndar svona vera alltaf því frósin. Já, gjarn að komast í og vera í tímarækju. Þannig að hann geti lent í því svona já, það geti kostað að vera ykkur svaka tímarækju og lendi í ykkur riddaratrykki sko. Riddarinn eru skæðir oft í tímarækju.
Já, ég er nú svona allir komin að fara að spá þessari bara þess að jafntefli, það er ein skák eftir. Og skulum þá kannski að fara yfir bara svona gangmála hérna í dag. Þessi skák skiptir nú kannski ekki höfumáli í toppbaráttunni nema þess að skiptir vinnana. Þannig að förum aðeins yfir hvað er búið að gera í umferðinni og það var kannski helst skák Héðins og Hilmis sem að var svona eina aðalskákunum. Hilmir að tefla upp á að hanga í toppbaráttunni og missti af vinningi í gær, klúraði unnu tafli niður í jafntefli. Hérna teflar hann krafti, fórnar peði og lengur hérna E5. Og Héðin alltaf komum óvart en myndir E2. Hérna tók Hilmir hálftíma og lengur E4. Þetta skilgreindi svolítið skákina. Nú erum við með hérna svona frakka þar sem að svart er svona, nokkru tempóum á undan. En er búin að forna peðin alltaf. Og hérna kemur H5 sem verðist vera algjörlega mjög nauðsynlegur leikur til að ná sér rými og binda svolítið hvíta niður og svo þessi hrókur H5 leikur, svolítið skemmtilegur. Þessi hrókur fór á G5 og var svolítið að binda niður hvíta biskupinu á F1 með því að setja á G2 peði. Það eru svona létt kaup en þau virtust nú bara hjálpa svörtu með eitthvað. Svo þurfum við G6, þá er C2. Þrátt fyrir kaupinu þá urðu eftir þessi vandamál meðan að biskup komunum út og tap ekki þessu peðið tilbaka. Hilmir hélt áfram að bæta stöðuna. Héðin reyndi að losa sig með F4 en það var biskup G3, biskupið stendur mjög vel hérna og kóngurinn er fastur á miðborðinu. Þetta drottning D7 þá bara vofir yfir þessi skákinn á A4. Erfitt að eiga við þetta. Biskupið fór út á D3, þá kom hrókur F6. Flottur leikur, undirbýr að koma kannski inn á stöðuna hérna. Hrókur F2. Hefði getið leikir hrókur F2 en svona hélt bara öllu svona opnu hérna. Og hrókur F1 og líklega mistök í erfiðri stöðu. Þannig nú kemur drottning A4 skák og hann er komin inn á hann, búinn að jafna leysaflan. Og þetta fór svona hratt niður við hjá keðinu núna. Kóngur E2, hann skákaði C4, náði sér í tíma og svo er þetta C4 og þetta er algjörlega búið. Hóta hrókur E8, þetta er bara E3. Hér er þetta að stoppa það en þá komið einfallega hrókur B6 með hundin hrókur E6. Þetta er B2 líka flottur leikur, koma bara hér. En hrókur B6 líklega bara sterkasti leikurinn. Og hér gafst upp, það er engin vörn við hrókur E6. Hvíti mennir eru algjörlega ósjálfbjarga og í klemmu komast ekki neitt. Bara mjög flott skák hjá Hilmi, algjörlega í hans stíl. Nú vorum að sjá Hannes klára á móti Olgu. Olga teldi samanbreið og Hikaru Nakamura í kandidatamótinu. Heppnaðist ekki vel hjá Nakamura. Héðin valdi svona, afsakið Hannes, hann valdi svona rólegri leið. Var ekki kritísku leiðina og svona smátt og smátt á við það að ég spila Olgu. Og hér ákvað Olga taldi stöðuna erfiða, hún er með svolítið mikið á hólum hérna. Þannig hún ákvað að fara í aktívar aðgerðir og forna peði og reyna að grafa undan þessu peðakeði hérna. En Hannes bara hélt fullri stjórn á stöðunni þrátt fyrir að hún verði duglega búið til hótanir. Eins og hér, þannig C2, hótaður F4 úr D1. Þannig E2. En hérna missur hann að biskup úr E4 sem heldur svona stöðunni gangandi. Líklega ennþá betra hvítan þar sem hann hangir peði yfir en úrvinnsla vantarlega erfið og þessi skák væri vafalítið ennþá í gangi ef Olga hefði drepið á E4. Þessi stað leikur hrókur C3 og þá fór að fjara svolítið hratt undan hérna út af veikri kóngstöð hjá svörtum. Og flottur leikurinn hrókur F1 í Hannesi. Svartur hefur ekki tíma í að drepa D2 út af drottning D8 skák, svo drottning tilbaka, svo drepar hann F7 og enda líklega með máti. Vinnur lágmark liðið tilbaka en það líklega smátt. Og svo komst hann bara á stað hérna með riddarann og fór með hann á E3 og svo hérna hrókur F3 og er bara að klára hérna á G3 og Olga gafst upp.
Svo var mögnu skák hjá Helga og Hjörvari. Það var drottningabragð og fyrir svona hrættu við sögu, þetta var svona hefðbundið drottningabragð sem kannski lítið í gangi, svona róleg staða. Greinandi Helgi ætlaði svona að jöðast á þessu, jöðast á drottningavagnum, en það sem gerðist hins vegar var að áður en Helgi komst á stað þá fór Hjörvar í aðgerðir og þetta GP, það fór ansi langt, það fór að G3 og nú var þetta að fara að líta ansi vel út hjá Hjörvari sem að hvítur getur ekki drepið tilbaka hérna út á drottningabragð E3, margir skemmtilega variantar. En Helgi svona hélt sér á lífi, var ekkert að gefast upp, kongur F1 og svona hættulegar hótanir hér og þar, en Helgi hangir á lífi og líklega ennþá betra svartan. Hérna er kannski tölum við til leika hrókur hér og hér, tvöfalda og það er eins og hrókur D8 hafa svona hálfpartinn gefið eftir leik og Helgi náði að nýta sér það. Nú leggur hann smá flótta með kónginn og fann þessa skemmtilega leið, dróning E2 til F3, hrókur E2, stokka mennunum, kemur kónginn á D2, allt í einu drottningin hérna kolramstað og Hjörvar var allt í einu bara að gefast upp hérna eftir hrókur H1 í 37. leik. Enn einn skákinn þar sem að Hjörvar er með vænlegt tafl, kannski ekki munni núna en mjög góða stöðu, þriðja slíka skákinn sem hann bara tapar og yfirleitt í tímarækki á svipuðum tímapunkti. Þetta er mjög svekkjandi hjá Hjörvari og ekki líkt honum. Þannig að já, mikið af úrslitum og Vignin á þessi líki úrslit á svona þung skákina móti Bárði, byrjaði sem enskuleikur, komin hérna yfir í svona línu sem að fá kannski oft úr E3 Poison eins og að kallast. Bárði virðist að vera að tefna bara nokkuð vel og setti Vigni svona í smáklípu. En Vigni fann flotta leiki, svo G3 hérna stoppa F4 og hérna fór Vigni svolítið að taka yfir, fór að taka reyti, rittar F4, H4 styrti stöðuna, kongur G2 vildi ekki leyfa einhverjar fórnir svona G3 og rittar að færa eitthvað og svo braust hann í gegn á drottningvagnum og tók bara peð hérna og hér fór að fjara hans í hratt til einhver mannapeð og biskum og Róni og hérna bara valda Vignir sem er völdu 3-peð. Og þar að ekki er hann í rauninni ekkert með slæma kóng, hann ætla bara að setja eitthvað á D5 sem hann gerir. Nú er engin hætta hjá kóngnum og þá bara svart með verri kóng, hvítur með 2 völdu, 3-peð valdar hann á C4 og það eru þeirra nokkra leikir viðbót en svarta staðan er svona hálf vonlaus. Þetta er FG5, drottning A4 og drottning D5, hótar hérna, drepa á H7, það dreif ekki með örina hérna, þetta var ansið erfitt. Nú Lenka og Guðmundur enda með jafntefli og Lenka hlýtur nú að naga sig í handabökin, þetta var ítalskur leikur, fyrir hratt yfir sögu. Og já, hann, Guðmundur taldi sig verið að fá einhver færi á kóngsvagn, en hann kom því aldrei í gangi einhvern veginn og Lenka tók svo til yfir hérna með þessu leik B5, fór upp spil hérna á drottningavagnum og hérna bara kom þingað aðgerðir, rittari D2, rittari G4, setur rittarann á hrókinu vildi ég satt hafa, það verður kaup og rittari til F2 og þetta má ekki taka út af gafli hérna og hvíti hefur ekki tími að skjóta hrókur upp í C5, það myndi þeim drepið út af rittari H3 og rittari F4 og svo drepið hróki. Þannig að hérna vann bara Lenka hreint peð og stendur hartnægt til vinnings en hleypti rittarinn minnina. Hérna var kannski moment þess að hann hefði átt bara að stoppa og bara stoppa allt spilið, til dæmis rittari G6. Nú leik kongur G6, hann var svo sem örugglega ekkert að því, en ég taldi hann eftir tefndu einhvern veginn svona bara. Kom með konginn, laga þetta, leika svo bara G6 og tefna skákina. Hún hleypti rittarinn aðeins inn og fannst hann eitthvað óþægilegur. Hérna er náttúrulega verður hún annarkvort hér eða eftir að leika A4. Hérna eftir rittari G6 leifir hún rittari A7 og nú peðið hún í A5 og hún leifir Gumma að sleppa hérna með að endurtaka stöðuna. Ég skil ekki af hverju leikur ekki bara A4. Hún er peðið yfir og það er engin sérstök hætta. Kannski var hrættu B4. Eitthvað svona, ég skal ekki segja, eða kannski hér, nei.
En hérna erum við bara að fara að skipta upp, Ritter E7. Skil ekki alveg, og ef við tekjum A4 þá náttúrulega bara getum við tekið. Og það er engin mát þetta, mér þótt að hrókurinn komist inn hérna. Hrókur A4 Ritter C5. Við erum aldrei mát, sko. Vestafallir ekki bara Ritter hér og hrókurinn góður. Svo aftur er peðið yfir á að reyna að vinna, en Gummi sleppur hérna sannlega með skrekkinu og nær jafnteflinu hérna. Þá er hann bara eftir þessi eina skák hérna hjá Alexander Domarchuk og Degi Ragnarssoni. Og ég ætla svona að giska á jafntefli, en ef eitthvað er, þá er eins og Dagur sé með einhverja sensa. Við ætlum öngu að síður að segja þetta gott í kvöld. Höldum bara áfram morgun. Áfram veginn. 5. umferð. Æsispennandi toppbaráttu. 3 með 3 hóla. 1 með 3 allavega. Ólíklegt að Sassi bætist í hópinn. En Hannes, Helgi Ás, Vignir 3 hálfan, Hilmir 3. Og vonandi helst það bara sér lengst að við höfum svona skemmtilega toppbaráttu og ég hef ekki vonað öðru. Þannig að já, umferðin hefst klukkan 3 á morgun hérna í Mosfellsbæ að gera kíkja hérna helgina. Það sé gott að borða á 20% afslætti hjá Blik, mjög flottur veitingastæður, og útsendingar okkar hefur svona 4:30. Ég hef svona verið nær því að byrja 4:30 undanfærið og held mig örugglega við það. Svona eftir hvað skákinar eru skemmtilegar eða athyglisverðar. En allavega, við sjáumst það bara morgun. Takk fyrir í dag.